Vá, ég hefði kannski átt að kíkja í spegil, eða alls ekki. Kaupfélag Borgfirðinga hefur vakið verðskuldaða athygli fyrir skemmtilegar og líflegar auglýsingar, bæði á Facebook og í útvarpi. Margrét tók við fyrir 1 ári sem kaupfélagsstjóri, svo fyrsta í 115-16 ára sögu Kaupfélags Borgfirðinga. Við skulum taka hana Margréti tali. Já, góðan daginn, góðir hálsar og velkomin í Kaupfélag Borgfirðinga. Í dag merkisatburður að fara að gerast. Við kennum hér til leiks nýjan veiðimálastjóra. Orri Sveinn, gerði svo vel. Nú ætlar hann að hefja hér litla örstutta kynningu á yndislegum veiðivörum. Hæ. Margrét, fyrsta konan sem gegnir stöðu kaupfélagsstjóra. Hvernig það til komið? Ég veit það varla sjálf, en það svona æxlaðist bara þannig til. Ég tók við ég kom inn hérna sem verslunarstjóri í desember 2007. Þá ég að skrifa úr fæðingarorlofi, með 8 mánaða barn og þá búin að vera dýralæknir á vöktum, maðurinn minn lögregluþjónn á vöktum og við svona munaðarlausir náttúrulega ekki foreldra, þannig að ég veist að maður verður kannski að minnka þessi vöktavinnuna og sinna þessum börnum sem að koma í heiminn. Og sótti hérna og ég ætlaði að vera hérna í 2 ár og þau eru orðin núna 12 og þetta var bara skemmtilegra en ég hélt og fóru vel með fjölskyldulífi og gat sinnt dýralækningunum samhliða. Og svo 2013 þá fæ ég ofnæmi bara fyrir hundum, köttum, fræjum, heyi, bara almost name it. Og þá þurfti ég svona að taka ákvörðun í lífi mínu hvað ég ætlaði að gera og ég ákvað að hugsa sem betur heilsuna og hella mig þá út í meira þetta sem ég að gera hér og afskrifaði í rauninni að verða fullstarfandi dýralæknir aftur. Og þá skellti ég mér í MBA-nám árið 2016 af því að þáverandi kaupfélagsstjóri var búinn að nefna við mig að hann myndi hætta þegar hann yrði 65 ára. Og hugsaði ég ætlaði þá að vera betur undirbúin að geta sótt það starf þegar það kæmi. Og hann segir svo starfið sínu lausu á vormánuðum 2019 og stjórnin gekk til hafði bara samband við mig og spurði hvort ég vildi í gegna starfinu, þannig að það var ekki auglýst. Þannig að ég var mjög þakklát fyrir það traust og einhvern veginn þá bara gerist þetta að maður er alltaf innan kaupfélagsstjóri. Það er nú líka þess vegna sem við erum að það hafa flestir tekið eftir Kaupfélagi Borgfirðinga á markaðssetningunni, á lífsgleðinni sem maður finnur fyrir þegar maður kemur inn. Það eru starfsfólkið glatt og þjónustur lippurt og maður komið kaffi í hönd leðan maður stígur inn. Jú, ég vona það allavega. Ég kom allavega inn með þann anda að maður sem maður og maður manns gaman og maður veitir ekki góða þjónustu nema að hafa gaman að því að veita hana. Og þess vegna legg ég mig fram það að fólkinu mín líður vel, starfsfólkinu, það sé ánægt og þekki vöruna vel þannig að það geti miðlað vel þannig að þau eru örugg og traust í því sem þeir að gera og líður vel. Það skilar sér. Og svo hefur ég gefið svolítið frjálsar hendur til þess að auglýsa á Facebook síðunni hjá okkur. Já, þau hafa mörg snilldar myndböndin komið þar inn og það nánast, það allt sjálfsbrott. Það sem svo bara einlægt og fallegt að þetta kemur beint frá hjartunum hjá þeim. Þau bara rífa upp símann og taka upp eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt og setja hérna á Facebook síðuna. Þetta ekkert, hvað maður að segja, editað eða ritstýrt eða neitt slíkt. Þau bara fá frjálsar hendur. Það þetta hérna. Þetta nýjasta lína frá nýju fötum keisarans. Þetta haustlínan, afskaplega eigulega flíkur, vandað og eins og við sjáum þá nóg til. Nú, hann Logi, vinur okkar allra, hann einmitt hérna í nýjustu peysunni, hún kölluð Nú. Afskaplega þægileg. Já, það bara eins og maður sé ekki neinu og þeir eru líka með skófatnað. Hefur fólk almennt ekki vel í skemmtilega markaðssetningu? Nú stingur stúf auglýsingar í útvarpi, til eru fræ, þú færð það í Kaupfélaginu Borgarnesi. Hvað eru allir hressir með þetta? Já, ég hef enn sem komið ekki fengið einustu kvörtun. Ég hef fengið beiðnir að það verði lesið fyrst frá hverjum auglýsingin svo fólk geti sperrt eyrun, þetta þykir skemmtilegt. Og ég hef fengið ógrynni af bara stuðningi á formið þess að fólk hringir og gerir sér far að hringja og láta mig vita hvað þetta eru skemmtilegar auglýsingar og það mjög dýrmætt. Og ofta mannamótum og eitthvað þar sem samankomi fólk þá fær maður þetta komment, mikið skemmtilegar auglýsingarnar þínar. Já, ég hef jafnvel heyrt að fólk sé detta inn bara sérstaklega út að það verður að stoppa á leiðinni og kíkja hvað þetta því að það hefur heyrt svo skemmtilegar auglýsingar. Já, og maður virðist ná bara mjög vel til þessa markhóp sem við viljum ná til með því að vera á samleysnum á RÚV. Ég hef einblínt á þann tíma og við köllum þetta bændatímana þegar við lesum
þessi tímar sem líklegast til að bændur sé að hlusta. En við höfum náttúrulega náð til mikil fleiri en bara bænda og einmitt fólk hefur komið hérna inn og sagt bara, ég var að koma og kíkja hérna, þetta eru stórfurðulegar auglýsingar, stórskemmtilegar. Og hérna ég tók bara mjög snemma þá ákvörðun að tala bara tungumáli sem við erum að tala okkar á milli, sem ég notaði sem dýralæknir og þegar ég var að tala við bændur og vera ekki að setja þetta í eitthvað svona hátíðabúning, því að maður vill að fólk bara tala íslensku. Fúsi, hvað ert að gera? Ég er bara, það er að kólna og ég er bara að spá, ég er að gera vörukynningu og svona prófa þetta. Þetta er rosa hlýtt og þægilegt, svona yfirbreyta fyrir hesta. Bara það er svona sýnir í morgun og allt fyrir hestinn, Kaupfélagi Borgfirðinga, jólagjöfin, já. Þið er velkomin. Já, nú ertu dýralæknir að mennt líka. Er það ekki bara gróði fyrir þá sem er að versla hér, bændur, að geta leitað til þín og fengið ráðgjöf hjá þér? Jú, algjörlega og stór kostur fyrir kaupfélagið og meiri kostur kannski en maður gerir sér grein fyrir þegar ég byrjaði hérna, því að þetta átti bara að vera svona 2 ára bil sem að ég ætlaði að nota til að brúa það að geta verið meira heima og sleppa við vaktir. Að hérna, ég fór fljótlega að sjá svona tækifæri hérna og fór að fara út á sýningar og finna vörur sem ég gæti flutt inn og markasett og við erum að flytja inn heilmikið af svona sértækum bætiefnum fyrir skepnur og við erum að selja heildsölu til annarra fyrirtæki hérna á landi sem er að selja sambærilega vörur og okkur hefur gengið mjög vel að markasetta þessar vörur og hafa verið mjög vinsælar sem að maður hefur farið út í heim og fundið og flutt inn og það er gaman að ýta því úr vör og sjá það vaxa og dafna. Og þetta er eitthvað sem maður hefði ekki kannski treyst sér í ef maður hefði ekki haft þessa menntun og svo geta bændur hérna, þeir koma oft hérna við og eru bæði hérna að kaupa mér lyf og leita ráðlegginga og stundum hefur maður fundist gera bara mun meira gagn í rauninni með að svara fyrirspurnum í síma heldur en að vera að keyra á milli bæja því að sérstaklega eins og sauðfjárbændur á vorin þeir ná varla eða segja það sé erfitt að ná að dýralækni og þá er svo fínt að hringja í mig því ég sit alltaf við símann alla daga. Skarnir okkar í Kaupfélaginu, þar eigum við nóg að burðarslími sem er ekki gult þó það sé að koma Óskar. Fúsi, nú ert þú svona áhrifavaldur, stærsti áhrifavaldur innan íslenskar bændasenu. Hvernig myndir þú taka útkynningu í þættinum? Sko, ég myndi hafa hana svona. Ég þakka ykkur innilega fyrir samfylgdina í dag. Við hér í þessum dásamlega þættum Vesturland segjum takk og gangi ykkur vel í sauðburðinum.